Jæja, Eysteinn, Keflavík upp í deildinni en það hljóta að vera svona blendnar tilfinningar eftir þennan leik. Já, þetta mjög skrítið því að það náttúrulega bara ekkert hlaupið að því að hanga í deildinni. Við verðum fyrir miklu skakkaföllum, missum Rúnar, missum Araljóti í 2 mánuði og svona ýmislegt fleira. En það þurfti aðeins svona að benda strákunum á það í klefunum. Þeir eru greiðlega svektir með þeir svona bröðu sjálfum sér aðeins og okkur stuðningsfólki sérstaklega á þessum 8 mínútna kafla þar sem komu 3 mörk og þetta eitthvað bara sem fer í reynslubankann og sem betur fer þá kostaði okkur ekki sæti í deildinni. Þannig að þetta er mjög skrítið staða eftir þennan leik. Já. Kannski ekki stóra málið úr því að þið eruð uppi. Nei, það er náttúrulega það allra mikilvægast og mjög mikilvægt að þurfa ekki að fara aftur á byrjunarreiti því ferli sem við erum. Þannig að það er það sem við verðum bara einblín á núna og þeir með að fagna núna og nú bara verðum við að fá alla með okkur upp á Skaga og sjá til þess að við gerum allt sem okkar valdi stendur til að við fögnum þar. Já, er þetta ekki til þess að hleypa blóð á tennurnar hjá ykkur Keflvíkingum að nú eru undanúrslitin á móti Skagamönnum? Jú, það skiptir engu máli hverju það eru eða hvað það er. Undanúrslit bikar og búin að halda okkur upp í deildinni. Nú bara notum við vikuna vel og komum bara eins og grænandi ljón til leiks upp á Skaga. Já. En svona þegar þú lítur yfir sumarið, þá er þetta búið að vera sveiflukennt? Heldur betur. Byrjuðum mjög illa, 5 töp í fyrstu 6 og fengum á okkur 4 mörk í 3 leikjum í röð. Förum aðeins yfir það og rifum okkur upp og vinnum rétt í leikina. Vinnum leikina á móti liðunum í kringum okkur. Og síðan hefur þetta bara verið barátta. Seinni part sumars hefur við verið að tapa mikið af mörkum, mikið af leikjum með 1 marki á móti svona stærstu liðunum. Og síðan hefur þetta bara verið bara seglan í rauninni. Og getum leitað á þannig við áttum möguleika hérna konur í góða stöðu á að fara upp í 7. sætið en það Skagamenn bara sem sagt þeir náðu bara að vera sterkari við hérna á okkur tíma og við náðum ekki að snúa það við. Já, þið bara eins og ykkar menn Keflvíkingar bara hættu. Já, það verður bara eitthvað, ég kann svo sem ekki útskýra það verður eitthvað til þess að menn svona fara og bíða vona í staðinn fyrir að gera hlutina, láta hlutina gerast. Við erum með alveg nógu mikil gæði til þess að bregðast betur við, en stundum þá er meðbyr og mótbyr og þá þarf bara að stíga upp og við lærum á því að í framtíðinni þegar þú lendir í svona mótbyr þá þurfa menn að stíga upp í staðinn fyrir að bíða og vona að eitthvað hluti gerist. Hvernig er svona hópurinn, hvað var það með Íslóana fyrir þennan undanúrslitaleik? Mér sýnist hann bara að líta ágætlega út og Kían náttúrulega hefur verið líka meiddur lengi og ég gef breytinu hópnum kredit fyrir það líka að þessi 3 leikmenn sem eru svo lengi frá sem eiga að vera okkar X-faktor á mörgu leyti. Þannig að við þurfum að sýna mikla seiglu og strákar þurfum að koma inn og skila sínu sem að kannski það þarf að taka stærra hlutverk heldur en átt að gera. Hópurinn lítur bara vel út fyrir næstu helgi og menn þurfa bara að setja þetta í reynsluvasann og bara svo töpum við okkur saman og förum á Skaga og klárir í allt, getur allt gerst þar. Það væri eitthvað að komast í bikarúrslit? Já, það er alveg þess virði. Ég náði því einu sinni sem leikmaður og já, það er algjörlega þess virði og þetta mun ekki snúast neitt annað en bara seigluna og það lið sem að vill að meira, það mun taka það.